Oh
okkur, velkomin á samkomu. Verskvöldsins en við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem von okkar. Það það sem við vonumst eftir. Halleluja, Galatabréf 5:5. En gaman að sjá okkur, við ætlum að eiga stórkostlega stund í nærveru Guðs. Má ég heyra amen? Við ætlum að gefa Guði, við ætlum að leggja sjálf okkur fram og við ætlum að leyfa honum bara að vinna í okkur og leyfa honum að tala inn í okkur orð sitt. Halleluja, en við ætlum að taka örfá lög, við ætlum að undirbúa hjart okkar fyrir orðið. Halleluja, en syngjum saman. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary's more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Takk Jesus. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Takk Jesus. Þú bregst aldrei, drottinn Jesus. Þú tekur skref fyrir okkur, drottinn. Þú greiðir göturnar sem við eigum að fara. And He heard and He answered. I saw the Lord, and He heard and He answered. I saw the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord,
veksum nafn þitt. Þú ert verðugur, Drottinn. Þú ert verðugur, Drottinn Jesús. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Verðugur ertu, Drottinn Jesús. Við heiðrum þig, Drottinn Jesús. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
Sibba. Tveir, takk Jesús. Velkomin í kirkju í kvöld. Það var einhver kona sem spurði mig í ræktin, ertu til í að koma í partí í kvöld? Ég sagði, ég að fara í mitt eigi partí í kvöld. Ég að fara að samkoma í kirkju. Henni fannst það freka fyndið. En ég var að meina það öllu hjarta. Þetta að besta sem ég veit, það að vera í kirkju. Það bara þannig. Þannig að við ætlum að taka hérna samskot í kvöld. Mér langar til þess að nefnilega að blessa þennan bróðir sem kemur hérna. Stefán ekki bara hver sem hann minn andlegi leiðtogi og hefur talað svo mikið inn í mitt líf og líka inn í þessa kirkju. Og við viljum alveg heiðra hann alveg sérstaklega. Það bara þannig. Þannig að mér fannst svona tilvalið að taka samskot í kvöld. Þannig að við getum öll tekið þátt í að blessa hann því að hver einasta króna fer til hans. Það bara þannig. Svo langar mér að biðja ykkur aðeins að rísa á fætur. Við ætlum, já, aftur. Við ætlum nefnilega að lyfta upp nafni Jesú og það svo gott, vinir. Við erum öll í einhverjum kringumstæðum, við erum öll búin að fara í gegnum eitthvað. Skiljum það eftir bara hérna fyrir utan. Setjum auga okkar á krossinn, setjum auga okkar á drottin Jesú. Hann sá sem að öllu heldur uppi og þú þarft ekki að hafa áhyggjur hér í kvöld. Hann mun sjá fyrir þér, hann mun búa til leið þar sem engin leið. Það okkar drottin, hann gerir nákvæmlega það. Má ég heyra amen. Þannig að mér langar til þess að við, eins og Davíð gerði svo oft, þegar hann fór í gegnum erfiða kringumstæður, hann sagði, ég vil stækka drottin. Hvað þýðir það? Ég vil horfa til drottins. Ég ætla ekki að horfa á kringumstæður mínar, ég horfi til drottins. Af hverju? Út af því oft festumst við í vítahring á okkar eigin kringumstæðum. En þegar við förum að horfa til drottins, eins og við gerum alltaf þegar við komum á samkomu, við byrjum að lyfta upp hans nafni. Og það sem að gerist, vinir, þegar þú ferð út hér í kvöld, þá myndu horfa öðruvísi á kringumstæðuna sem þú ert búin að fara í. Út af hverju? Þegar þú ert búin að vera að horfa til drottins. Ég skal bara lofa ykkur því. Þannig að komið sem oftast á samkomu og horfum til drottins í kringumstæðunum. Þannig að við langar til þess að biðja ykkur að lyfta upp höndum okkar. Allir að lyfta upp höndunum. Og við gefum það út af því að við erum að gefa Guði allt. Og við ætlum að leggja allt við fætur hans sem að ber umhyggju fyrir okkur. Og við ætlum að lyfta upp nafn hans. Drottin, við bara komum fram fyrir þig hér í dag. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskun. Ég þakka þér fyrir það, drottin minna, að þú ert hér mitt á meðal okkar, drottin minn. Ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér, drottin, fyrir smurningu sem brýtur okið. Drottin minn, ég kem í gegn kvíða hér í kvöld. Ég kem í gegn öllu sem heitir þunglindi hér í kvöld. Drottin, við ætlum að lyfta upp nafni þínu, drottin minn Jesús. Og drottin, það þú sem ert bjargvættur okkar. Þú ert von okkar, drottin minn Jesús. Og við leitum þín hér í kvöld. Gjaf okkur náttúrulega að opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur hér í kvöld. Og við byggjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Höldum áfram í lofgjör og gefum hér í kvöld. Halleluja. Takk, Jesús. Fórni líka við lofgjörð. Að gefa í lofgjörð. Takk, Jesús.
Verður ertu lambi Guðs. Takk, Jesús. Heilagur. Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete. Forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. He is faithful to save. His blood never fails. Tack Jesus. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Tack Jesus, halleluja. Ég lofa þér dóttir mín, Jesus. Þú tókst allt niður á krossinn, halleluja. But Jesus can make us pure as snow. Stay in your Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Takk Jesus, halleluja. Takk Jesus. Yndislegt að lofa Guð. Sé bara eins og velja. Yes. Góðan daginn. What is left? Do that again? Yeah. What is? Yeah. Hallelujah. Halleluja. So good to see you again. Gott að sjá ykkur aftur. Are you happy to see me? Eruð ánægð með að sjá mig? That was a little bit. Þetta var nú Are you happy to see veikt. me? Amen. Good. Hallelujah. I got so blessed with the song you sang before the cross.
Hann blessaði mig svo lagið sem við vorum I að was syngja blessed with fyrir the cross krossin. song also, but Þetta var góðu söngur líka, but it really lifted me. en þetta virkilega lyfti mér. Sometimes it is like this, that there is a song in every meeting. Og stundum þá það þannig að það alltaf, það bara svona eitt lofgjörðalag á hverju samkomu breaks something. sem svona And I think brýtur that eitthvað. was the song tonight. Og þetta var söngur. Can we sing that again? Getum við sungið þennan söng aftur? Say after me, Segðu eftir mér. please, Pastor Stefan. Gerðu það fyrir okkur, Pastor Stefán. I expect of you Ég vænti þess af þér. that you preach a long sermon. Að þú prediki langa predikun. Not a short little one. Ekki eitthvað smá bút. I have not come here Ég ekki búinn að koma to just alla leið hear hingað some shorty. fyrir eitthvað lítið sýnishopp. I have taken my time tonight. Ég hef tekið frá tíma í kvöld And I can be here for the rest of the night. og ég get verið hérna alveg út kvöldið Even tomorrow morning I can sit here. og haldið áfram bara til So morgundag. please, Stefan, Þannig að gerðu það fyrir do okkur, not Stefán. disappoint me. Ekki valda okkur I vonbrigðum. know that you have more than one sermon in Ég your veit að heart. þú átt meir en eina predikun. Actually, I want a seminar. Ég vil bara fá heila kennsluröð. You don't say anything. En þið segið ekki neitt. Hallelujah. Halleluja. Can we just sing that song one more time? And then stand up together again. Við skulum rísa á fætur og syngjum þetta lag aftur. Hallelujah. Við erum náðu hljómsveitina, hún hérna. I'm not sure. I'm sure about this. All things. This is really good. We were talking about this one. You think so? I don't know. I was looking at that. Oh, we worship you, Lord. Thank you for the price you paid. Ah, Lord. Oh, that's right. And you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands in your cleansing flow. Now all I know, forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Your crown, you know, with many crowns, you reign victoriously. Oh, and lifted up, Jesus, Son of God, treasure of heaven, crucified. Is the Lamb. Come on now. Woo. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. All my sin and shame, in love you came. Ah, that's right. Amazing grace. For this love, Lord. Oh, thank you for the nail-pierced hand in your cleansing flow. Now all I know, your
forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Only with many crowns, your reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Oh Lord, yes Lord, yes Lord. Lama shaka hamba lama shindi ala la la. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Thank you, Lord. Worship your Father. Worship your Father. Hallelujah. Is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Is the Lamb. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful Jesus. We thank you Þökkum þér, Jesús. for your wonderful work at the cross Við þökkum fyrir þitt undraverk á for krossinu. all of us. Fyrir eitt og sérkvæmt Thank you for okkar. that. Þökkum við fyrir það. In Jesus' mighty name. Í Jesú nafni. Hallelujah. Halleluja. And all the people said, Og allir sögðu, I have at least 4 or 5 sermons in my spirit right now. ég með svona 4-5 prédikanir svona í anda mínu núna. You know, I have like a searching in my heart. Ég með svona, það svona eftirvæntan í Every hjarta time mínu. I come and preach, especially here. Og því ég kem, sérstaklega því ég kem og prédika hér á Íslandi. I have a lot of sermons. Ég á margar ræður. You know, I never come unprepared. Ég kem aldrei óundibúinn. I mean, this is my profession. Þetta atvinna mín. I have my toolbox with me. Ég með verkvarakistuna með mér. So I can preach Þannig að ég get alveg prédika. good sermons. Góðar ræður. But that is not enough. En það dugir ekki til. Because I want to say and preach the things that is on God's heart for the moment. Þegar ég vil segja það sem liggur á hjarta Guðs akkurat í þessu augnabliki. And you know, it is not easy. Og það ekki alltaf auðvelt. Because you have to search in your heart. Þegar þú þarft að svona að leita í God, what do hjartaðinu. you want me to say? Guð, hvað vilt að ég segi? I have come from this great nation of Sweden, Ég komin frá þessari frábæri þjóð Svíþjóð flown over here, sem að ég flaug allalið hingað, not just to have a sermon, ekki bara til þess að predika, but to bring something from the table, heldur að færa eitthvað frá borði the drottins, table of the Lord. frá borði drottins. Hallelujah. Halleluja. But I had 2 meetings. En við erum með 2 samkomur I have one Sunday also. og So if I sunnudaginn miss líka. out tonight, Þannig að ef þú missir af í kvöld, only I will know that. þá veit ég það bara. You wouldn't know that, Þú veist ekkert af but I því, would know it. en ég mun vita. And then I'll have a second chance on Sunday. Og þá hef ég annað tækifæri á sunnudaginn. Hallelujah. Halleluja. You see, when I was standing there, Þegar ég stóð þarna áðan all of a sudden the Lord began to move on my heart. og þá byrjaði drottið svona að eiga við hjarta mitt. He said, Stefan, Sagði svona, Stefán, I brought you through a lot of things. ég hef farið með því í gegnum marga hluti And in front of you tonight, og framför dig ikväll,
og sum ykkar hér í kvöld stands a tried and tested man. hafið farið í gegnum ýmsar raunir. I have had a lot of trials Ég hef farið í gegnum margar raunir and tests. og próf. So I think I'm qualified Þannig að ég held að ég sé alveg to hæfur speak about til þess að tala how to deal with temptations and tests and trials. hvernig ná að eiga við freistingar og raunir og próf. I don't really want to do that. Mig langar eiginlega ekkert að gera það. I complain sometimes. Stundum kvarta ég. God, why do I have to bring up these, kind of messages? Akkur þarf ég alltaf að tala svona People, skilaboð. they didn't come Friday night to have a sermon about temptations and trials Þau eru and ekki að tests. koma hérna á föstudagskvöldi til þess að heyra einhverja predikur They want something freistingar. fun. Ef við vilja hafa eitthvað They skemmtilegt, want something, light. eitthvað svona sem liftir mann upp. And that's one of the reasons I believe that the Lord Það er ein af ástæðan sem ég trúi því að has Drottinn, given me the grace hann hefur gefið mér þá náð to talk about issues að tala hluti that it's not always so easy to talk about sem ekki alltaf auðvelt að tala because it comes the Stefan way. Af því að þetta kemur svona í gegnum Stefán. I cannot change myself. Ég get ekkert breytt sjálfur mér. I am what I am. Ég hver ég But the Word of God is what it is. en orð Guðs það sem orð And Guðs tonight I just want to bring you to this scripture here in James chapter 1, Og ég ætla að byrja hér í Jakobsbréfinu 1. kafla, verse 2. versi 2. This is a scripture Þetta versið that I didn't like. sem að mér líka aldrei við. I jumped over it. Ég skauta alltaf fram hjá því. Actually, I didn't understand it. Ég eiginlega skildi þetta ekkert. It provoked me. Þetta skoraði mig alltaf svona á hólm. You see, and actually I like that. Og í raun og veru líka með það. You see, the scriptures Þið séu að ritningarnar, does not always, bring things that you already know. þær ekki alltaf að færa þér eitthvað það sem þú þegar veist. It brings things that you don't understand. Og það kemur jafnvel með hluti sem þú skilur ekki. And this is one thing that I didn't, understood. Og þetta eitt af því sem ég lengi vel skildi ekki. Now, this is James. Þetta Jakob. James is not, he is different. Jakob hann svolítið öðruvísi. Yeah. And some people, they don't want to have him in the Bible. Og sumir, þeir vildi ekkert að hann væri bara í And they ritningunum. try, and working overtime to get rid of him. Og sumir voru bara í yfirvinnu við það að reyna Okay, að he is koma hann still út there. úr ritningunum. En hann ennþá þarna. And he provokes some people. Og hann ögrar fólki. And he used to provoke me also. Og hann ögraði mér líka. Because I read this scripture here. Af því að ég las þetta vers hérna. My brethren, Bræður mínir, count it all joy álítið það eintómt gleði. when you fall into various trials and temptation, it says in Sweden. Ef þið ratið ýmis konar raunir og í sænsku biblíunni segir freistingum. What I didn't like with this Það sem eiginlega líka ekki við is that he þetta. brought two words that I was familiar with. Hann kemur með tvö orð sem ég svona kannast við. Trials Raunir and joy. og gleði. But I couldn't understand how these two, words could be combined. Ég skildi ekki hvernig gáttu þessi tvö orð verið sett saman í sömu setninguna. Because I've had a lot of trials and temptations. Þegar ég hef allt fullt af raunum og freistingum. But I never connected joy to it. En það tengdist aldrei neitt í gleði. I don't know about you, Ég veit ekki með þig, but that was not my first reaction. en það var aldrei mín fyrstu viðbrögð. All of a sudden I was hit by a trial. Allt í einu þá bara ég í miðjum And then I raunum. started to rejoice. Og síðan byrjaði ég bara að gleðjast. No. Nei, That nei, was nei. not my reaction. Það var ekki mín viðbrögð. So I talked to James. Þannig að ég talaði eins I við said, Jakob. James, what's wrong with you? Og ég sagði, Jakob, hvað eiginlega að þér? How can you say this? Hvernig getur þú bara látið I svona mean, út I þér? have had really tough things I've gone through in my life. Ég hef farið í gegnum mjög erfiða hluti í lífi mínu. A lot of death, a Mikil lot of dauði grief, og mikil sorg a lot of hardships. og mikil harneskja. I mean, today,
Í dag, if you would have come to somebody that is in grief ef þú kæmir að ykkur sem væri að syrgja and say to that person, og segði við þá my mannesku, dear brother and sister, þú elsku bróðir eða systir, well, it's time to rejoice. nú bara tími til að gleðjast. Just be happy now. Bara vera glaður. I mean, you can be charged for that. Það er hægt að ákæra þig fyrir þetta. You don't walk around saying things like that to people. Þú gengur ekki og segir You slíkt. cry with them. Þú grætur og embrace syrgir them. með þeim og You mourn with them. umvefið og syrgir með þeim. But not James. En Jakob, hann gerir það ekki. He was never invited to any funerals. Honum var aldrei boðið inn að jarðaför. He destroyed every funeral. Hann eyðilega alla jarðafarir. Oh, I see that you have trials here. Já, ég sé að þið eru með erfiðleika Time hér. to sing a happy song. Tíminn til þess að syngja gleðisöng. Happy dance. Já, bara gleðidans. What's wrong with you, James? Hvað er að þér, Jakob? But then I had to humble myself En þá þurfti ég að auðmýkja mig. because he is in the Bible Því að hann er í Biblíunni and I'm not. og ég er ekki í Biblíunni. I should have been, Ég ætti að vera það, but he is there. en hann er þarna. So there's something here, Það er eitthvað hérna. James, that you are trying to say Jakob, þú ert að reyna að koma that orðum I að don't ykkur. understand right now. Og ég skil þetta ekki alveg núna. I know something about trials, Ég veit eitthvað and I also raunir, know something about joy. en ég veit eitthvað líka I um never gleði. connected those two. En ég hef aldrei tengt What's þessi orð wrong with saman. you, James? Hvað er eiginlega að þér, Jakob? But praise God, we have Peter. En lofsi Guð að við höfum Pétur. So I thought to myself, Og ég hugsaði mig sjálfur mér, I mean, James, you are a provoker. Jakob, þú ert bara svona sem augur. I will go over to Peter, Ég ætla bara að fara að tala við Pétur. Pastor Peter. Pastor Pétur. Oh, I come to you now. Ég kem til því núna, Pétur. I'm hurt right now. Nú er ég bara virkilega So I went sár. over to Peter. Svo ég fór til Péturs And in 1 Peter chapter 1, og í fyrsta Pétursbrefi, I fyrsta came to kapla, Peter þá segir and I Pétur, talked to him. og ég talaði við hann, And then he says, og hann segir, therefore, þess vegna, you can rejoice. fagnið því. For what? Fyrir hvað? Now, when you are facing trials and temptations. Þegar það hryggjast í margs konar And then I raunum. thought to myself, Og þá hugsaði ég, have James called? hringdi Jakob í Pétur? Did he call you? Hringdi Jakob í þig? That I was on my way Þegar ég var á leiðinni to talk to you? til þess að tala við þig? Have you gathered up against me now? Eru þið með samsæri gegn mér? I mean, Peter, Pétur, he even took it further. hann fór með þetta jafnvel lengra. And in 1 Peter, Í fyrsta Pétursbrefinu, where was it? I don't even want to know where it is. Yeah, in 1:6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. fagnið því þótt þér nú skamma stund hafið orðið að hryggjast í margs konar raunum. I mean, he is saying the same thing as James. Hann að segja nákvæmlega sama hlut og Jakob. And now I begin to say to Peter, Og nú þarf ég að segja við Pétur. what's wrong with you, Peter? Hvað er eiginlega að þér, Pétur? How can I rejoice Hvernig get ég verið í when I'm einhverjum facing my gleði life's greatest trial? þegar ég stend í mínum erfiðustu lífsins raunum? But then I understood. Og þá fór ég allt í að I skilja. have to humble myself. Ég þarf að auðmýkja mig. I am not supposed to talk to the scriptures. Ég á ekkert að vera að tala við The ritninguna. scriptures talk to me. Ritningin á að tala And til I need mín. to have a humble heart. Og ég þarf að hafa auðmjúkt hjarta. Have I missed something here? Hef ég mist af ykkur í hérna? Now, let me take you through a journey tonight. Nú skulum við fara í smá ferðala hérna í kvöld. When I grew up, Þegar ég var að vaksa úr grasi, my father died when I was just a young boy. pappi minn hann lést því og bara ungu drengur. He died in an accident. Hann dó í slisi. I was only 9 years. Ég var bara 9 ára gammal. And you know, I come from a big family. Og ég á mjög stóra fjölskyldu. And my father died. Faðir minn hann lést. He was not even 40 years. Hann var ekki einu svona 40 And it was like a shock. og það var svolítið sjokk. And then when I came to church, En þegar ég kom í kirkjuna my father was very involved there. og pappi minn hann var sem sagt, mjög liðtækur þar. Yeah, and we have our own bench. Og við áttum bara okkar einu sér röð fyrir fjölskyldur, svona fjölskylduröð í kirkjunni. 10 people. 10 manns. Salmonsons. Salamonsons.
Yeah, and we were sitting there. og við sátum þarna. And here comes this old man. Og inn kemur þessi eldri He maður. looked like he was dying, Hann leit út fyrir að bara vera að gefa upp öndina. but he was only 50 years or En something. hann var bara 50. But when you are 9 years old, En þegar þú ert 9 ára, everything, you know, over 25 allt yfir 25, is on death row. það gamalt. So he came to me and he, Hann you kemur know, til mín og segir, he was trying to be nice. hann svona að reyna að vera He said to góður me, við mig. Stefan, Segir Stefán, Jesus took your father home. Jesús tók pappa þinn heim. And then I thought, Og þá hugsaði ég, what? hvað? Why did he take my father? Akkur tók hann pappa minn? He doesn't need him. Hann þarf ekki á honum að halda. He has his own father. Hann á sinn eigin föður. I need my father. Ég þarf á pappa Why að did halda. Jesus take my father? Akkur var Jesú að taka pappa minn? You know, that started a process in my heart. Þetta byrjaði svona ákveðið ferli í hjarta. What kind of a God Hvers konar Guð would take the things that you really you need and precious things tekur það sem þú hefur mesta þörf á for some mysterious reason? og fyrir einhverja óútskýranlega That ástæð. started something in me. Þetta byrjaði eitthvað And ferli í hjarta mínu. in my 9-year-old heart, Í 9 ára hjarta mínu, there was something that said to me, það var eitthvað sem sagði mér, Stefan, that is not right. þetta ekki rétt. So I rebelled against that Þannig thought. að Ég var í svona uppreist gegn þessari It hugsun. cannot be that God took my father away from us. Það getur ekki verið að Guð hafi tekið pappa í burtu frá okkur. It doesn't have to do anything with God. Þetta hefur bara ekkert með Guð að gera. So I'm happy that I thought like that. Og ég ánægð með að ég hugsaði þannig. And then in that environment, Og í þessu umhverfi, it was not strange that he said that. það var ekkert endilega skrítið að segja þetta akkurat þá og Because þegar. everyone talked about it like that. Að því allir töluðu þannig slík atburði. Everything was from God. Allt var frá Guði. Good things, Góðu hlutirnir, bad things, slæmu hlutirnir, strange things, skrítnu hlutirnir, things you don't understand, hlutir sem þú skilur and things ekki you understand. og hlutir sem þú skilur. Everything was, you know, from God. Allt var frá Guði. Good and bad. Góð og slæma. God takes Og Guð tekur and God gives. og Guð gefur. So this was my upbringing. Þetta var sem sagt, God stood for everything. þetta voru æsku árum mín og Guð, hann var allt í öllu. But if you read it, God stood for everything. Guð var allt í öllu. Now, it was hard to follow God Það var svona erfitt að fylgja Guð with that theology með slíka Guðfræði. because you could never trust Him. Þegar þú gast aldrei treyst honum. Are you going to take something from me now? Ertu að fara að taka eitthvað frá mér Or are you núna? going to give me something? Eða ertu að fara að gefa mér eitthvað? Are you going to pat me? Ætlar að klappa mér? Or are you going to hit me? Eða ætlar að slá mig? I was never sure. Ég var aldrei viss. So I grew up in that. Þannig ég óks í, God í gives slíku. Guð gefur and God takes away. og Guð tekur. That was that kind of a theology. Þannig var sú Guðfræðin. Then, let's jump a little bit. Förum aðeins áfram. I came to Word of Life. Síðan kom ég í kirkjuna The faith Trúarlíf, Word of Life, And then things shifted. og þá var mikil umbreyting. First, everything was God. Fyrst var allt Guð, Every bad thing that happened, allt slæmt, God did it Guð gerði það. for some mysterious reason. Fyrir einhverja undraverða ástæðu. So He gave you this sickness Hann gaf mér þessi to veikindi teach you something. til þess að kenna þér eitthvað. Or He took you away Eða hann tók eitthvað í because burtu frá you þér were too precious for this world. þegar þú varst of dýrmætur So fyrir He þennan just heim. took you away. Og hann bara tók þig heim. I mean, yeah, that was the mentality. Þetta var svona Then I came hugsunin í to Word þessu. of Life. Síðan kem ég í lífets ord. Now it wasn't God any longer Nú var þetta ekki bara Guð that was doing all the bad stuff. sem var að gera alla slæmu It hlutina. was the devil. Það var djöfullin. And I thought that was much more fun. Þetta var miklu skemmtilegra.
So now the devil is the one that is bringing all the bad things. Nú það djöfullin sem að gera alla slæmu hlutina. So our goal now Og nú verksvið okkar is to cast him out. að reka hann út. Where every bad, amen, every bad thing that happens, Þegar allir slæmur hluti sem just gera. cast him out. Bara In Jesus' rekum hann út í Jesu nafni. So in the 80s and in the 90s, Þannig að 1980 we were 90 casting out, þá vorum við bara í því að casting reka up, út casting up, og reka upp casting down, og casting away. og kasta niður We og kasta í were burtu. casting all Við vorum bara að reka allt Yeah. saman 20 years. í 20 ár. And sometimes it worked. Og stundum þá virkaði þetta. Not always, but Ekki alltaf, sometimes. en stundum. And we could cast up also. Og við gáttum líka að kasta þau. Yeah, we have buckets, in the Við vorum meetings. með alveg heilu ruslaföturnar. But it felt better En okkur leið betur. because then I didn't have to blame God. Þá þurfti ég ekki að kenna Guðu. I could spare God from these Ég things gat hlíft Guði frá þessu. and just blame the devil. Og bara kent djöflunum. But after a while, En eftir smá it tíma, became a little bit odd. síðan var þetta svolítið skrítið. When a man came up to me Þegar einn maður kom upp að mér, and he said, the devil hann sagði, djöfullin. gave me such an electricity bill. Hann gaf mér slíkan ramasreikning. It's totally demonic. Þetta er djöfullegur reikningur. Then I started to think, Og ég byrjaði að hugsa, we have taken this a little bit too far. við erum farið með þetta aðeins svo langt. So I had to say to him, Ég þurfti að segja við hann, okay, allt í lagi, do you live in your house? býrðu heima hjá þér? Yes. Já. Who uses the lights and the heater? And, Hver notar ljósin og hitan? well, of course we do. Við gerum það náttúrulega. I have to go very softly with him, Ég þurfti að tala, vera á svona hægu nótunum við hann. Super spiritual people, you have to really walk. It's a thin line, Svona yfirandlegt fólk, það er svona þunn lína, þú ert að fara varlega. So you use the lamps and stuff. Þannig að þú varst að Yes, nota of course. ljósin og rafmagnið. But where did the devil come into that? En hvar kom djöfullin inn í þessa mynd? He doesn't use lights. Hann notar ekki He ljós. is the spirit of darkness. Hann er He doesn't want any light go on myrkursins. in your house. Hann er ekkert að koma heim til þín. He wasn't cold and Hann vill að þið sé he bara doesn't use kalt. that. Hann notar ekkert And svona. I never forget the face Og ég gleym aldrei andlitsvipnum á honum. of this demon hunter. Af þessum djöfla leitara eða You know, that kind of a look. svona augráð. It was like a light came on. Það var eins og það kviknaði eitthvað á perunni hjá honum. So I said, maybe you have something to do with this. Kannski hefur þú eitthvað með þennan reikning að gera. You use this electricity, Þú varst að nota and now rafmagnið you have a bill. og nú ertu með reikning. It's no demonic at all. Þetta hefur ekkert með djöfulin að gera. So you know, it became a little bit extreme, you know. Þetta fór aðeins út í öfgar. If you didn't like your husband, Ef þú líka ekki við makaðinn, come out of him. bara út með þig. Out in Bara Jesus' út name. með þig í Jesu nafni. Spirit of lust. Þú losta Come out of him. bara út með þig. But I mean, he's married to you. En hann er giftur þér. He wants to do these things. Hann vill gera þetta. It belongs to marriage. Þetta No, hefur... it's a demonic thing. It's coming against me, and I stand against you Þetta er in Jesus' hluta name. hjónabandi. Come out! Já, bara út með þig. They didn't have any kids. Þau eignast engin börn. He didn't dare, to come close to her. Ha? He didn't dare to come close to her. Hann vogaði sér ekki nálættinni. Because if he did, there was a delivering session. Þegar ef hann kom eitthvað nálættinni, þá var bara svona verið að reka út í landa allan daginn. So, he went a little bit extreme. Þannig að þetta fór út í öfgar. And then I started to think. Og ég fór að hugsa. It's good to think sometimes. Stundum er gott að hugsa. Try that. Þetta pröfa það. I started to think. Að byrja að hugsa aðeins. I'm happy that God is not to blame.
Ég ánægður með að þetta ekki Guð að kenna. But we are now casted out the devil for 20 years. Nú erum við búin að reka út djöfulinn í 20 ár And he still shows up all the time. og hann alltaf að láta vart sig. I'm missing something here. Ég að fara á mis við Please help me. Hjálpaðu Where mér. can I place these things? Hvar get ég sett þessa hluti? There are still bad things happening. Það ennþá slæmir hlutir að There gera. are still, tough things I'm going through. Og ennþá ég að fara í gegnum raunir. I don't have the answer. Ég hef ekki svarið. Help me. Hjálpaðu mér. And then James called me. Og þá ringdi Jakob í mig Can you come to my book? og getur I have komið something to say to you. aðeins í Jakobs bréfi. Ég þarf aðeins að tala við þig. And now we are there. Og nú erum við þar. Count it all joy Teljið það eintómt gleðiefni. when you come into various temptations. Þið ratið í ýmiss konar raunir. Because, Vegna þess, he goes on, hann because heldur áfram, knowing það til þess að that the testing of your faith trúar staðfesta yðar, produces patience. hún sem sagt elur af sér þolgæði. I stay there for a while. Because Peter is saying, Af því að Pétur, hann að segja, he say, greatly rejoice fagnið því, when we've been grieved by various trials, þótt þið nú skammastund hafi orðað að hryggjast í margs konar that the raunum, genuineness til þess að trúar staðfesta of ykkar, your faith að trú ykkar, being much more precious sem langt dýrmætari, than gold that perishes, forngengilegt gull, though it is tested by fire, sem þó stenst eldrunna. may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Getið Jesus orðið Christ. til lofs og dýrðar og heiðus við opinberu Jesú Krist. Now, I gave you all this background Ég gaf ykkur allan þennan bakgrunn to say this. til þess að segja þetta. I had come to an understanding. Ég eignast þennan skilning. God will never tempt me. Guð, hann freista mín aldrei. So these bad things, Þannig evil að things, þessi slæmu illu hluti does not come from God. koma ekki frá Guði. You see, there are three actors in your life, Það eru 3 leikendur í lífið þínu. or factors. Eða 3 svona We have the God, póstar. we have the God factor. Hefur með Guð að We gera. have the human factor, Við erum með mannlega and we þáttinn have the evil factor. og síðan það illi þátturinn. These are the only three factors Þetta eru einu 3 þættirnir that they interact in your life. sem hafa eitthvað áhrif á lífið. And it's very important to understand which is which. Og það mjög mikilvægt að þú skiljir hvað hvað. Some things in your life Sumt í lífiðinu happens to you gerist fyrir þig because you are you. af því að þú ert þú. Exactly. Exactly. Doesn't have anything to do with God. Hefur ekkert með Guð að gera, Doesn't have anything to do with the devil. hefur ekkert með djöfulinn að gera. It's just you messing it up. Það er bara þú sem ert að klúðra hlutunum. Amen. 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 I think to myself sometimes, if I wouldn't have been, Ég hugsa stundu, ef ég hefði ekki verið, I would have had victory every day of my life. ef ég hefði ekki verið ég, þá væri ég bara sigrandi í lífi But allan now daginn. I come in En svo kem ég inn í myndina and do my stuff. og geri mitt drast. And some of the things that I enter into, Og sumt það sem I ég tek cannot þátt blame í, God. ég get ekki I kent cannot Guðum, blame the devil. ég get ekki kent I djöflunum cannot blame others. ég get ekki kent öðrum I'm the writer. Ég skrifaði þetta handrið. Now, but it's not only that. Það er ekki bara það. We have the devil also. Djöfullinn er þarna líka And we have God. og við erum líka með Guð. And we have to understand where is God in everything that Og við þurfum að happens. skilja hvar er Guð í öllu þessu. He never sends these things, Hann sendir aldrei slíka hluti. but he uses them. En hann notar þá. Can you help me now? Getið þið hjálpað mér núna? He uses them. Hann notar þá. Why? Af hverju? To better me. Til þess að betrum bæta mig. I discovered something. Ég hef komist að nokkru
that in a trial í raunum that doesn't come from God, sem koma ekki frá Guði, there is a trial þá eru raunir in the trial í raununum that comes from God. sem koma frá Guði. And when I discovered that, Þegar ég áttaði mig á þessu I was more happy about James. og þá var ég svona ánægður með Jakob. Because James, he says, Af því að Jakob hann er að segja, rejoice þú átt að gleðjast ávallt in, í. rejoice in the trials. Í sérhverri raun. Do not rejoice because of the trials Ekki út af raununum or for the trials, eða vegna but raunana, in them en í þeim you can rejoice. þá máttu gleðjast. Why can you rejoice? Af hverju getur þú glaðst? Because God is also working on your behalf. Af því að Guð er líka að verka fyrir þína hönd. He is doing things in your life Hann er að verka hluti í lífinu. using the devil's fire Hann er að nota raunir to prune djöfulsins you, til þess að klippa þig til, to better you til þess að betrumbæta for þig his own glory. fyrir hans eigin dýrð. Can you say amen? Getur þú sagt amen? The only way Eina that you leiðin can purify gold sem að þú getur is hreinsað through Guð fire. er í gegnum eld. You cannot put chemicals. Þú getur ekki gert þetta með einhverjum You have to hreinsefnum. use fire Þú verður að nota eld in order to refine gold, til þess að hreinsa gullið. to get rid of those things that Til slug þess in að Swedish. losa við drossið úr slenið. Slen. 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 To get rid of that, Við þurfum að losa okkur við óhreinindi so that the pure gold til þess að hreina can gullið come forth. geti komið fram. When I discovered Þegar ég áttaði mig á því that in a testing season, að á raunartímum, trial, í þessum svona reynslutímum, God is also doing things. þá er Guð líka að verka. And what he is doing, Og það sem hann er að gera, he is working hann er að verka og vinna í okkur to make me stronger. sem að gera mig sterkari. Before, Áður fyrr, I always tried to get out of it. þá reyndi ég alltaf að komast undan. Because Paul is saying, Því Páll segir, no trial and temptation það er engin freisting nei raun have met you, sem að þú hefur fyrirhitt, then people will meet. eða sem að fólk sem að þú hittir. 1 Corinthians 10:13. Fyrsta Korinthubreið 10:13. And God is faithful. Guð er trúfastur, He will not allow hann mun ekki leyfa that you will þér be tempted over your capacity. að freista þig megn fram. And when the temptation comes, Og þegar raunin kemur, he will also make a way out. þá mun hann sjá til þess að þú hafur útgöngu leið. Hann Yeah. It's the same word. He will make a way out. mun gefa þér útgöngu leið. Hann, Not me. ekki ég, hann Is not me. er ekki ég, But me en ég, was trying to do the job of he. og ég er að reyna að gera verkið hans. And when I saw that, Og þegar ég áttaði mig á þessu, because I was trying, over time því að í lengri tíma, to get out of it. þá var ég alltaf að reyna að koma mér I undan. didn't want to have any hardship. Og ég vildi ekki hafa neira I raunir. didn't want to have any problems. Ég vildi ekki hafa neinn vandamál. I need to find a way out. Ég þarf að finna And guess útgönguleið. what? Og getur hvað? I always found a way out also. Ég fann alltaf útgönguleið. Always. Alltaf. My way. Mín aðferð. I wrote a song many years ago. Ég skrifaði I lag. did it my way. My song. Þetta var lagið mitt, þetta fræga Sinatra lag. Yeah. I sold it to Frank. Can
Can I interrupt you? Yeah. Because the verse you quoted, it's missing in all Icelandic interpretation that God provides the way out. It only says that you will stand. And it's sad. I tried to study this, and there's no explanation why they skipped it. And since 1584, it's not in the Icelandic Bible. That's interesting. Sorry, Now I understand why Now you, you- why now you you- have it like you have it. Poor people of Iceland. Auðmýkja fólkið á Íslandi. Now, thank you for that, Hilmar. But so the true translation says, he will provide a way out. Frumtextin, hann segir, hann sér að þú hafir útgönguleið. But I took his job En ég var alltaf að taka and tried to find a way vinnuna out. hans með að reyna að finna ykkur útgönguleið. Humans Manneskjurnar are incredibly inventive eru alveg ótrúlega hafa upp á svona to find upptæki out solutions til þess að finna lausnir to problems. af vandamálum. That's one of the things that we are very good at. Og þetta eitt af því sem við erum mjög góð í. We'll find a way out. Við finnum ykkur að leið. We take a loan. Við bara tökum lán. We can even buy an electric car. And we can even buy an electric car. Já, við kaupum okkur rafmagnsbíl. Totally demonic. Algjörlega djöfulegt. We find a way out. Við finnum ykkur útgönguleið. But that's the only thing it is. En það líka það eina sem It það is a way out. Þetta But undankomuleið. when God provides a way out, En þegar Guð It is- gerir leiðina út, it is always þá það alltaf. a way in also. Þá það vegur inn á við He líka. brings you out Hann færi þig út to bring you in til þess að færa þig inn to the í. next season of your life. Fyrir næsta, fyrir næsta svið lífsins. He didn't take the people of Israel out, Hann fór ekki með Ísraelsþjóðina út, just out. bara út úr He had a Egyptalandi. plan to bring them in Hann var að undirbúða að fara inn í to the promised land. fyrirheitna landið. I have come out of Egypt many times. Ég búinn að fara oft út úr Egyptalandi. And the only thing I discovered, Og eina sem ég komst að, sand. sandur. Sand. Ho, ho. Sand. Ho. Sand. Make a sandwich. Sand. It was sand there everywhere. Það var ekkert sandur út allt. I was out of Egypt, Ég var út úr Egyptalandi. but I came into sand. Mr. Sandman. Það var ekkert sandur. Halfway. Þetta svona bara hálfa leið. Why? Af hverju? Because I didn't wait for God. Af því ég beið ekki eftir Guði. Why Af does hverju? God opens a way, Af hverju? or when does God open a way? Eða þegar Guð opnar leið, When I have faith for the next season. þegar ég hef trú fyrir næstu árstíð. What is tested in the trials? Það sem verið að reyna í raununum, Well, it's not your teeth. it's not your, Teeth. það ekki verið að reyna tennurna It's þínar, not your hair. ekki hárið þitt, It's not these things. það ekki þessi hluti, It is your faith. það trú þín. Or to say it in another word, Eða með öðrum orðum, it is your trust. það traust þitt. Faith is to trust God. Trú að treysta Guði. And when everything is taken away from you, Og þegar allt tekið í burtu frá þér, and everything is brought into ashes, og allt að ösku, who do you trust? hverjum treystir þú? Well, the fire, Þegar eldurinn the trials og raunirnar will reveal something. munu opinbera eitthvað. Where is my faith? Hvar trú mín? You see, everyone has faith, Allir hafa trú, but not everyone has faith in Christ. en ekki allir hafa trú á Krist. They have faith in projects. Þeir hafa trú á eitthvað svona
They have verkskipulag, faith in themselves. trú á sjálfan sig, They have faith. hafa trú. But the only faith that will endure hardship En eina trúin sem kemst í gegnum raunir is when your faith trú is rooted in Christ. sem á rætur í Jesú Kristi. Because he is my author and finisher of my faith. Því hann höfundur og fullkomnari trúarinnar. He is the one Hann that is sá the origin of faith. sem upprunni eða höfundur og Jesus fullkomnari said to trúarinnar. Peter, Jesús sagði við Pétur. Peter, Satan is coming, Hann sagði, Pétur, Satan vill sáldra and þig he is coming to test you. og hann ætlar að reyna þig. And I have prayed for you, Peter. Og ég hef beðið fyrir að þú hefur trú. What kind of a prayer did Jesus pray? Hvernig bað hann fyrir honum? Did he pray that, no, he cannot do that? Hann sagði ekki, nei, hann getur þetta ekki. He didn't pray that prayer. Hann bað ekki þannig. He prayed Hann bað that your faith að trú þín shall not go under, fái staðist eða fari ekki undir. but that you will come through. Að þú ferði í gegn. So Satan came Og Satan kom to test his faith. til þess að reyna trú Who hans. do you really trust? Hverjum treystur í raun og veru? Well, if I take away Jesus for a while, Ef ég tek Jesú í burtu í smástund, will you still believe in him? myndu ennþá trú á hann? Well, when everything is going dark, Þegar allt myrkri hulið, will you still believe in him? myndu ennþá trú á hann. And Peter went through that furnace fire, Og Pétur fór gegnum þennan raunareld, came over to the other side, kom út hinum megin, repented, iðrandi, and now Jesus meets him again og Jesús hittir hann aftur, on the other side of resurrection. hinum megin upprisunar. And then Jesus Og Jesús looks at him horfir á hann and said, Peter, og segir, Pétur, do you remember manstu what we were talking about last time? hvað við töluðum síðast? He didn't do that. Hann gerði það ekki. We didn't say like what your wife is saying many times. Sagði ekki það sem konaðin segir oft við þig. Darling, Elskan, we need to talk. við þurfum að tala, ræða saman. I hate when my wife says Ég that. hata það þegar kona minn segir þetta. But I found a scripture for it. En ég fann biblíuvers I turned to her og ég sný mér að henni og segi, Marie, Marja, do you love me? elskaru mig? Jesus didn't say to Peter, Jesús sagði ekki við Pétur, Peter, we need to talk. Pétur, við þurfum að eiga hérna fund saman. We need to there are some issues Það eru nokkur atriði hérna í we gangi need to bring to the surface. og þetta þarf að koma á yfirborðið. If I say to you, Peter, Ef ég segi við Pétur, when we ate supper last time, þegar við borðum hátíðisverð saman síðast, I recall þá minni mig, there was something there. það var eitthvað þarna, You pledge allegiance to me. þú gafst heitið til You mín. have something to say about that? Viltu segja eitthvað það núna? No. Nei, He just said, do you love me? hann sagði bara, elskar þú mig? Yes, I do. Já, 2 times. tvisvar. Do you love me? Elskaru mig? Yes, I do. Já. 3 times. Í þriðja sinn, elskaru mig? And you know, you can preach about it. He denied 3 times, and then Jesus asked 3 Og það er hægt times. að predika að hann afneita honum þrisvar, þess vegna spurði hann þrisvar. And that's okay, Það er allt í lagi, but not tonight. ekki í kvöld. Why did he keep on asking? Af hverju hélt hann áfram að spurja? He asked until he got the answer that satisfied him. Hann beið eftir að fá svar sem að var honum þóknalegt. The 3rd time, Í þriðja skiptið. he asked the same question, Hann spurði hann sömu spurningar. but he asked a dead man. En hann var að spurja lifandi dáinn mann. He asked Simon. Hann spurði, He Símon, said, Simon, Símon, do you love me? elskaru mig? And the Bible says, Og Biblían segir, Peter answered, Pétur svaraði, first time. fyrsta skiptið. He asked second time, Í annað skiptið, Simon, Símon, do you love me? elskaru mig? And Peter answered. Og Pétur svaraði. Why did Peter answer? Af hverju svaraði Pétur? Because Simon was dead. Af því að Símon var dáinn.
That is what happens Það það sem when gerist. you and I go through Þegar trials ég og þú förum í gegnum raunir and when we are in the furnace. og þegar við erum í eldsofnunum, There is something dying there. þá eitthvað að deyja þar. You know what's dying? Vitið þið hvað að deyja? The one that stood up and said, Þessi sem stóð upp og sagði, I promise you, Jesus, ég lofa þér Jesús, I will never leave you nor ég mun forsake you. aldrei yfirgefa þig. I can go to jail for you. Ég fer í fangelsi fyrir þig I can even die og for ég mun you. deyja fyrir þig. No problem. Ekki vandamálið. That was the one that spoke. Það var sá sem talaði. But now he is dead. En nú hann dáinn. And Jesus continues. Og Jesús The heldur third áfram time, í þriðja he skipti says, og segir, Simon, Símon, do you love me? elskar þú mig? And Peter, he was devastated. Og Pétur, hann var örvæntingafullur. And here comes Og hér kemur þetta. the relief. Lausnin. Jesus, Jesús, you know everything. þú veist allt. Du veist allt. This was the first time that this man said that to Jesus. Þetta var í fyrsta skipti sem He þessi never maður said sagði that þetta við before. Jesús. Hann sagði þetta aldrei áður. Jesus, Jesús, you know everything. þú veist allt. You know what happened to him in this trial? Vitið þið hvað gerðist fyrir hann í þessari raun? Something died in his life. Það dó eitthvað í líf hans. What was that? Hvað var það? The faith Trúin that he had in himself. sem hann hafði á sjálfan sig. The self-trust. Þetta sjálfs að treysta á sjálfan The sig. boldness he had in himself. Það var þessi djörfung sem hann hafði When í he sjálfan went sig. through his trials, En þegar hann fer í gegnum raunina, that died. þá dó þetta. So he replaced his faith Þannig að hann setti trú sína annar stað, from himself frá sjálfum sér, to Jesus. You know everything. á Jesús og sagði, þú veist allt. Now Jesus is the author and the finisher of my faith. Nú varð Jesús höfundur og fullkomnari trúarinnar. And so it is Og þannig því komið, when you allow þegar þú leifir God to work in you Guði að verka í þér, when you are going through hardship. þegar þú ert að fara í gegnum erfiðar raunir. Where is my faith? Hvar liggur trú mín? Is my faith genuine Hún raunveruleg or is it plastic? eða þetta bara plast? We have a lot of plastic things. Við höfum fullt af plasttrú. There is no life there. Það ekkert líf The þar. genuine faith Alvöru trú is connected to life. tengd lífi. And you cannot have a living faith Þú getur ekki haft lifandi trú without Christ. án Jesú Krist. He is the one that gives your faith life. Hann sá sem gefur trúðinni líf. When I saw this, Þegar ég sá þetta, I stopped searching for open doors. þá hætti ég að leita eftir opnum dyrum. I said to the Lord, but this last time was so very sick. Og núna síðast ég var mjög veikur. I know that God didn't put that on me, Ég veit alveg að Guð setti þetta ekki á mig, but I knew en ég vissi. that God is taking this opportunity. En Guð var að nota þetta tækifæri. He is going to see me through Hann mun sjá mig að ég fari í gegn in His time. á hans tíma. There is something He wants to do in my heart, Það eitthvað sem hann vill gera í hjarta mínu. and I just allow Him to do that. Og ég bara leifði honum að gera það. I've stopped praying long time ago. Ég hætti að biðja fyrir löngu. Oh God, take me out of this. Guð, taktu mig út úr þessum Oh kringumstæðum. God, bring me Ó out. Guð, Take this away. taktu þetta í burtu. Oh, I don't want this dog any longer. Ég vill ekki þennan hund lengur. Kill him, Lord. Dreft hann, drottin. I hate this cat. Ég hata hennan kött. Strangle it. Bara kyrt hann. I stopped doing that. Ég hætti þessu. The only prayer I pray Eina bænin sem ég bað. is, God, Guð, have your way. verði þinn vilji. Have your way. Hafðu þinn veg. I trust you, God, Ég treysti þér, Guð, that you will see me through. að þú færir mig í gegnum þetta. I trust you also Ég treysti þér líka that I will not come through like a wreck,
Ég kom ekki í einhverju skipbrot í gegnum þetta. I trust you Ég treysti þér that there will be a better Stefan að það veri betri Stefán hinum megin after this eftir season. þessa raun. And I trust you Og ég treysti þér that you will work out að þú munir verka í mér, in my life í lífi mínu, the condition aðstæður that will hold for the next season. sem við munum halda fyrir næstu tíð. I'm not finished yet. Ég ekki alveg búinn að This is not lesson number 1. þetta bara leksía 1. Now we're going to have lesson number 2. Nú förum við í leksíu 2. You see, there is a Greek word for temptations. Það grískt orð fyrir freistingu, It perasmos. eperasmos, And it means temptation. og það þýðir freisting. It's not so easy to cope with that word. Það ekki auðvelt að svona umgangast að eiga við þetta orð, You see, the devil is called perasmos. því að djöfullin kallaður freistarinn. In Luke chapter 4, the perasmos came. Þá í Lúkas 4. kafla tala að freistarinn kom. And Jesus is saying, Og Jesús lead segir, us not into perasmos. og hann segir, leið oss ekki í freistni. James is saying, Jakob að segja, God will never perasmos anyone. Guð mun aldrei freista nokkurs Because he manns. cannot be perasmos. Því hann getur ekki verið sá sem So he freistar. will not perasmos Þannig að anyone. hann freistar ekki. James is saying, Jakob að segja, be happy when you are in perasmos. álitið eintómt gleðiefni þegar farið í ýmis einhverjar raunir. Perasmos. Raunir, freistingar. Everywhere. Allstaðar. It's not always easy to know the difference. Stundum er svo erfitt að sjá munin. I mean, the devil is using perasmos, Djöfullin að nota freistingu and God is using it also. og Guð líka að nota freistingu. But what the devil uses for his evil, En það sem djöfullin ætlar til íls, God uses it for his good. Guð notar það til góðs. And what is good in all this? Og hvað gott í öllu þessu? The refinement of your faith. Það er þessi styrking trúar þinnar. When you come out of your perasmos, Þegar þú kemur í gegnum þrengingarnar eða stronger in freistingarnar faith, sem að starkare i tro, já, sem gerir þig sterkar í trú. more trust in God, Þú treystir Guði enn meir, less trust in yourself. minna að treysta sjálfum When þér you come out of there og þegar þú kemur út úr and slíku you say, og þú segir, I praise the Lord ég lofa that drott he has seen me through. því að hann hefur fært mig í gegn. I was almost dead, Ég var næstu í dáin, but God helped me. en Guð hjálpaði. You came out of the perasmos Ég kom út úr freistingunni with Jesus. með Jésu. You went into it Þú fórst inn í þetta, with me. bara ég. And now it's Jesus. En nú það bara Jésu. Well, then you can praise God, Og þá getur þú lofa Guð, knowing that vitandi even though að jafnvel, it is a very tough season for me, þótt að þetta sé erfið tíð, I can rejoice. þá get ég glaðst. Hallelujah. Halleluja. Because the fruit of it Vegna að ávöxturinn sem færist fram will be so such a blessing. verður þvílík blessun. Not only for you, Ekki bara fyrir þig, but for your family, fyrir fjölskyldu þín, for the people around you. fyrir fólkið í kringu þig. I have a wife, Ég á konu, Marie. Mari. Yeah. She's a beautiful wife. We've been married almost 50 years. Falleg kona, við erum næstu búin að vera gift í 50 ár. And I tell her, Og ég segi við hana, when we were newly married, þegar voru nýgift, I asked her, þá spurði ég hana, Marie, Mari, when you looked at me, þegar þú horfir á mig, what was it, hvað var það that you really was turned on? sem að svona kom þér við? Then she said, Og hún segir, your legs. það voru leggirnir þínir. My legs? Ég sagði, leggirnir mínir? Yes, you have such a beautiful legs. Já, þú erum svo fallega fætur. But the upper side, En hvað með efri búkinn? I didn't look there.
Ég horfði ekki þangað. Okay, you Okay. married two legs. Þú giftist tveimur fótum. But I love them. Já, ég elska það. Keep them, Stefan. Já, haltu þeim, Stefán. But now, En núna, when I ask her, þegar ég spyr hana, do you see any progress in my life? sérðu einhvern árangur í lífi mínu? Yes, I've seen progress. Já, ég sé árangur. You're a better person now, Stefan, Þú ert betri manneskja núna than you were when you were 40. heldur en þú varst fertugur. You're more sanctified. Þú ert orðin helgaðri, You're not so angry. þú ert ekki svo reiður. You're mild. All kinds of things that she says. Alls konar hluti sem hún sagði. And then I say to her, Og ég sagði við hana, yes, I'm getting older. já, ég er að vera gamall. I don't have any strength any longer. Ég hef enga styrkleika lengur. And then she says, Þá segir no, hún, it's not that. nei, það er ekki það. Jesus is doing his work. Jésús er að vinna sitt verk. She knows me better than anyone Hún else. þekkir mig betur en nokkur annar. And she can see Og hún sér that through the trials and temptations að í and gegnum the raunirnar og hardship, freistingarnar og erfileikana there is a better Stefan. að þá situr eftir betri I Stefán. don't really see that Ég sé þetta kannski ekki, because I live with myself all af the því að time. ég býð mig sjálfur mér. I am the only one that this person Ég er eina manneskjan sem er eins og ég, looks out from me. sem að horfir út frá mér. Everyone else looks in, Allir aðrir but líta I inn á, look out. en ég horfi út. So I view everything from here. Og ég horfi á allt You frá look þessu everything sjónarhorni. from there. Þú horfir á allt þaðan frá. I am the only one here Ég er svo eini that view reality from here. sem horfi á raunveruleikan hérðan frá. Isn't this deep? Er þetta ekki djúpt? This is really strong, you know. Þetta er mjög kröftugt. So I don't really see that, Þannig að ég sé þetta ekki, but she sees it. en hún sér það. And I think to myself, Og ég hugsa með but mér, Marie, Mari, we went through so many griefs, við erum farið gegnum þvílíka so sorg, many hardships, erfileika, so many things, svo marga hluti. and you see a better Stefan. Og þú sér betri Stefán. And the reason for that is Og ástæðan fyrir því er that I stopped fighting the processes, að ég hætti að berjast gegn ferlinu. stopped resisting what God was doing. Hættu að reyna að berjast við það sem Guð er að gera. There is always, a point Það er alltaf svona ákveðin staður where you and I come to a position of choosing. það sem svona áningastað þar sem við þurfum bara að velja. You can choose God in God, Þú getur valið í Guði or you can choose Him out. eða þú getur valið hann frá. His way Hans vilji or my way. eða minn vilji. I have chosen both of these things. Ég valið bæði And when I chose my way, og þegar ég valdi mín aðferð God let go. þá sleppti Guð Okay, bara tökum. fine. Sagði bara allt í lagi, Fine. allt í fína. But the result was not any fruit. En niðurstaðan það var engin ávöxtur. And then when I chose Him En þegar ég valdi hann, I see another fruit. þá sá ég mikinn ávöxt. His fruit. Hans ávöxt. Hallelujah. Halleluja. Can you say hallelujah? Getið þið sagt halleluja? The test within the test. Það er raun inn í rauninni. God is in the chaos of your life, Guð, hann er mitt inn í ringulreið lífsins. and He wants to do something. Og hann vill gera eitthvað. He wants to refine you. Hann vill hreinsa þig. He wants to better you. Hann vill betrumbæta þig. He wants to prepare you Hann vill undirbúa þig for things to come. fyrir komandi hluti. He didn't send that thing into your life. Hann sendi ekki þetta inn í lífið. Maybe you send it yourself. Kannski sendur þetta bara sjálfur. I mean, if you don't, some people think, Sumir hugsa, I don't have any friends. ég á enga vini. I have a suggestion. Ég er með tillögu. Stop paying your bills, Hætta að borga reikningana and you will discover og þú munt komast there að are því many people that are interested in you. að það er fullt af fólki sem hefur áhuga á They þig will start calling. og þeir byrja að ringja. People you never heard about before. Fólk sem þú er aldrei heyrt All of a áður. sudden, they are so interested. Allt í einu þá hafa þau svo mikið áhuga á þér. Now, I said that because
Ég sagði þetta vegna þess, if you never pay any bills, ef þú borgar enga reikninga and if you never go to your job, og mætir aldrei til vinnu, you cannot say, oh Lord, þá getur ekki sagt, Drottin, why don't I have any money? akkur há ég enga peninga. You don't get any salary Þú færð ekki útborgað if you never show up on work. ef þú mætir aldrei í vinnuna. I mean, you cannot say the devil Þú getur ekki sagt bara is djöfullin. holding. Þetta He is holding prosperity from me. Hann að halda aftur auðafum frá mér. No, you are holding it from yourself. Nei, þú ert að halda þessu aftur af sjálfu þér. I mean, we blame the devil for everything. Við kennum djöflunum allt saman. I mean, the devil, in some people's life, he doesn't have to do anything. Djöfullin þarf ekki neitt aðhafast í lífum sumra. They are playing the devil themselves. Þeir sjá alveg að leika djöfullin sjálf. He doesn't have to lift a finger Það ekki að lifta litla putta. because they lift their whole hands and everything, you know. Og þau alltaf að lifta báðum höndum. But when that is said, Að því sögðu, even if you messed it up yourself, þó þú hefði klúðrað þessu öllu upp á eigin spýtur, whom am I talking to tonight? við hvernig ég að tala hérna í kvöld? You messed it up yourself. Þú klúðrað þessu sjálfur. But even if you did that, En þrátt fyrir það, look at this beautiful Swedish man here. horfðu á hana fallega sænska mann hérna. You never seen such a beautiful Þú man. er aldrei séð þvílíka fegur. You've been in shock the whole meeting. Þú ert búin að vera alveg í sjokki alla I didn't samkomuna. know that these kind of beautiful people existed. Og vissir ekki að svona fallegt fólk Yes, fyrirfinnist? they do. Jú, það er það. One of them. Einn, And he's here tonight. og hann er hér í kvöld. You looked at me Þið horfðu á mig and you said, Stefan, og þið sagði, I Stefán, messed it up. ég klúðraði But öllu. look at me now again. Og horfðu nú aftur á mig. I have messed it up so many times. Ég hef búin að klúðra hlutunum svo oft. Even if I'm beautiful, Jafnvel þótt ég sé svona fallegur. I've done some nasty stuff. Ég hef gert mjög slæma hluti. I even farted once when my wife heard it. You what? Farted. Ég rak einu sinni við þegar konan heyrði til. No, the glory came off. Og þá bara hvarf dýrðin. But you know what I mean. En þið skiljið hvað við. We mess it up. Við klúðrum hlutunum. You thought you were so smart. Þú helst þú væri svo kætt You were buying this Skoda, og keiftir þér skóta. that demonic car. Þessi You thought djöfulega bifreið. you thought you did a bargain. Þú helst þú að gera svaka díl. And here comes this Skoda into your life. Og svo kemur þessi skóti Like í the lífið þitt. devil incarnated into your life. Að bara djöfullin holdi klættur. And it destroys your whole finances, everything. Og rústar fjármálunum þínum algjörlega. Your wife left you. Konan farin. She divorced you. Hún bara skildi við You þig. hated that Skoda. Hún hataði hennar skóta. Your kids, Börnið þín they didn't want to go in that Skoda. stigu aldrei inn í skótan. Your dog, your Hundurinn, cat, kötturinn your canary bird. og kanarifuglinn. No one wanted to go in that Það Skoda. vildi enginn fara í skótan. And here you sit by yourself. Og þú situr aleinn Look out into your Skoda. og horfir á skótan. And you have a loan Og þú ert með lán that you will pay off og þú ert að borga niður until lánið. Jesus returns Þangað til Jesú kemur aftur and saves you. og segi við þig. And you say, I messed it up. Og þú segir, ég klúðra þessu. I hear you. Ég heyri í þér. I messed my life up also Ég klúðraði líka lífið mínu. many times. Mjög oft. But you know, En veistu, when I humbled myself before the Lord, því auðmygti mig frammi He fyrir can drottni. take the dirt. Þá getur hann He tekið can take the shit. tekið óhreinindin
He can take whatever it is Hann getur tekið hvað sem það and use it in the furnace og nota það í brennsluofnin and burn the stuff out of me og brennt þetta so drasl úr the mér. pure gold can come out. Þannig að skýra gullið getið So skilið even if you fram. messed it up yourself, Jafnvel þú klúðraðir þessu svo that illa doesn't stop sjálfur. God. Það stoppar ekki Guð. Peter, he messed it up himself. Pétur, hann klúðraði He hlutunum didn't sjálfur. stop Jesus. Það stoppaði ekki Jesú. He came through anyhow. Hann komst í gegn þrátt Can you fyrir say allt. amen? Get ég heyrt amen? That was a very weak amen. Þetta var svolítið aumt amen. I don't know Ég veit það ekki. what you are facing right now. Hvað þú horfist í augu við akkurat nú. Your wife wants to leave you. Konaðin vill kannski fara frá þér. I understand her. Ég skil hana vel. Your husband wants to leave you. Maðurinn vill fara frá þér. Not one day too late. Go. Ekki degi seinna. Why didn't you go yet? Last week, Akkur er þetta ekki farin? last year, Akkur er bara ekki fyrra? last life? Eða bara í fyrra lífi? I understand. Ég skil þetta alveg. The way you treated him, Hvernig þú hefur komið fram við hann? my God. Guð minn góður. He lost his speech. He not even talk any longer. Hann getur ekki eins og tala, hann er búin að missa Because máli. if he opens his mouth, Og hann opnar munnin you kick him. og þú bara sparkar í hann. And you say, how can I solve this? Og þú segir, hvernig get ég leyst þetta? Stop doing what you are doing. Hætt að gera það sem þú ert að gera. You are making things worse. Þú ert að gera allt miklu verra. Go to God Farðu til Guðs and let God use that thing in your life. og leyfðu Guð að nota Put þetta í it on the lífið fire í gegnum and let brennsluofnin the fire og láta eldin burn and mold and brenna og cleanse móta og hreinsa and take away og taka í burtu that thing in your life, þetta úr lífiðinu, that behavior, þessa hegðun, that way of doing things. svona þetta viðmót hvernig þú gerir hlutina. When you come to a place Þegar þú kemst á þann stað in your life í lífiðinu, that the only one that can help you sá eini sem getur hjálpað þér is Jesus, Jesús. then your faith Þar verður trú þín, is pruned, er hún reynd refined, og hún er sem sagt, hreinsuð and real. og hún verður alvöru, raunveruleg. And all the people said, Og allir sögðu, Amen. I could continue for a long time, ég geti haldið lengi vel áfram, but you could not bear anymore. en þið þolið ekki meiri bili. Hallelujah. Halleluja. How many of you here tonight, Hver mörg ykkar hér í kvöld you are in the situation right now að þú ert í kringustæðum akkurat núna, where life is very tough, það sem lífið í raun og veru svolítið erfitt. and it's a tough season. Þetta bara mjög erfið tíð. Just lift your hand right now. Lyftu bara höndum akkurat núna. I want to congratulate you. Ég ætla að óska þér til hamingju. I don't want to pray Ég ætla ekki að biðja, for you right now að biðja fyrir akkurat núna, that God would take away everything, að Guð taki allt í burtu, but I will pray en ég mun biðja that God will finish his work. að hann klári og fullkomni verki sitt. And when you come to a place in your life Þegar þú kemst á þann stað í lífinu, when you give up þar sem þú bara gefst upp, so that God can start, svo að Guð geti byrjað að verka, then things will begin to happen. þá byrjar hlutirnar að gerast. It can take a long time to Það come getur there, tekið langa tíma, but when you come there, en þegar þú kemst á þann stað, God will begin to do þá byrjar Guð að vinna. what he has been longing to do, Það sem hann hefur lengt eftir að gera, sometime for years. stundum í mörg ár. He wants to use Hann vill nota the thing that happened to you right now.
akkurat það sem að gerast fyrir þig núna. To bring out the best out of you. Til þess að færa fram það besta í þér. A fruit for righteousness. Ávöxt réttlætisins. He will better you. Hann vill betrum bæta þig. And when you give in to God, Og þegar þú gefur þig Guð á vald, all of a sudden you'll find out á allt í einu þá kemst að því, it will not take long það tekur ekki langa tíma, until you are through. að allt í einu þá ertu bara komin í gegn. It will not take you years. Það tekur ekki mörg ár. No, no, no. Nei. Hastily, Skyndilega. God will bring you out. Þá færi Guði á annar stað. Hallelujah. Halleluja. Think about the devil now. Hugsaðu til djöfulsins núna. He is bringing things on to you Hann að reyna að færa allt yfir á þig. to take down your faith. Hann að reyna að rífa niður trúðina. And God comes in Og Guð stígur inn, this situation akkurat inn í þessa and brings kringumstæður out of your life og færir fram í lífiðinu something that is so beautiful, eitthvað sem svo so fallegt, clean, svo hreint, so strong, svo sterkt, so powerful. svo kröftugt. I think about the devil. Ég hugsa djöfulinn, If he would have known ef að hann hefði vitað að what God can do hvað Guð getur gert with things that he throws at you, með alla þá hluti sem að hann að he would henda á never þig, throw anything at þá you. myndi hann aldrei kasta neina á þig. If he would have known Hefði hann vitað the result in niðurstöðurnar Peter's life, úr lífi Péturs, he would never þá hefði hann aldrei, he would never do what he did. þá myndi hann aldrei hafa gert það sem hann gerði. And if he would have known Og ef hann hefði vitað what would happen hvað myndi gerast when he crucified Jesus þegar hann krossfesti and Jesú killed him, og if drap he hann, would have known hefði hann what vitað would have happened on the third day, hvað myndi gerast þriðja he daginn, would never þá hefði hann aldrei touch him. snert við honum. But the devil, you see, En djöfullin he sjáðu is til, blinded hann blindaður with hatred. af hatri, He's blinded hann blindaður with these things. með þessum hlutum. So he cannot let go. Hann bara getur ekki hamið sjálfan sig And God is using it. og Guð nýtir sér það. He is using the devil as a bait. Hann notar djöfullin sem beitu And God og Guð will bring out mun færa a fram wonderful fruit undursamlega fallegan ávöxt of your life. í lífi þínu. Look at this beautiful Swedish man. Horfið bara á þennan fallega sænska mann. Just one more time. Aðeins einu sinni í viðbót. I am, amazed Ég undrast sjálfur that I still have my humor, að ég hef ennþá kímnigáfuna that I still have my personality. og persónuleiki minn er sá sami. Because if I would have tell you all the things that I went through in my life, Ef ég myndi segja ykkur alla hluti sem ég because færi í every gegnum time lífið, I've faced death, í hvers skipti sem ég eigði dauðan, when our oldest daughter died, þegar elsta dóttir mín I dó, thought to myself, þá hugsaði mér sjálfur mér. I will never be the same. Ég verð aldrei svo I saman. can never be happy again. Ég get aldrei verið hamingjusamur. I can never be humoristic again. Ég get aldrei gert að gamni mínu I aftur. will just disappear. Ég bara hverfi eitthvað. But here I am. En hérna er ég. I still have my short legs. Ég er ennþá með þessar stuttu fætur, I still have humor. ennþá með kímnigáfu. I'm still me. Ég er ennþá ég, But I'm a better me. en ég er betri ég. I'm more loving. Ég elska betur, I'm more patient. ég er þolinmóðari, I'm not so, yeah, ég er ekki svona hvatvís, because God has done something. af því að Guð hefur gert eitthvað. He's not finished with me. Hann er ekki búinn með He's not mig finished with you either. og ekki heldur með þig. But if you allow God En ef við leifum Guði to bring out the best out of you, að færa það besta fram í þér, begin to rejoice in your trials and byrjað temptations. að gleðjast í raununum. Can we say amen? Getur þú sagt amen? Okay, friends, Allt í lagi, vinir. it's time to rejoice. Það er tíminn til að gleðjast.
You call that rejoice? Kallið þetta gleðjast. To rejoice in the trials. Að gleðjast í raununum. I'm not there yet, really. Ég ekki alveg komið þangað. No, it's hard for me. I sing other songs. Ég syng stundum aðra söngu. I begin to sing Finnish worship songs. Ég byrja að syngja svona finnska lofgjörðasöngu. It's hard today. Það eru raunir í dag. Kalinka, kalinka, kalinka. I'm not trying to to joke away these things. Ég ekki að reyna að gera gamni við að þetta fara allt í burtu. But I will tell you one thing. Ég ætla að segja ykkur eitt. Humor Kímnigáfa is a great help mikil stoð to distance yourself til þess að fjarlæga þig from yourself. frá sjálfum þér. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? Hallelujah. Never lose your humor, Ekki missa kímnigáfuna. because humor will help you Því að húmorinn hann mun hjálpa þér to distance yourself til þess að fjarlæga þig from yourself. frá sjálfum þér. And the best thing is to laugh about yourself. Og besta að bara hlæja sjálfum sér. We don't laugh about others. Við hlæjum ekki að öðrum. You laughed about me tonight. Við hlæjum að mér í kvöld. That's okay. Það allt í lagi. But we don't laugh about, look at this. Við bara hlæjum ekki bara þessu og Look segjum, at this fatto. horfðu á How þessa. fat can you be? Hversu feitur getur þú verið? No, we don't do that. Við gerum það ekki. We can see the humor in life, you know. Við sáum gleðina í lífinu, svona húmorinn í I've been in a lífinu. situation that everything is so crazy. Ég hef verið í kringumstæðu sem allt svo klikkað, Everything. allt saman. I mean, my little canary bird in there Og litli kanarífuglinn inni, is totally demon possessed. You know. hann bara ansetinn. It's crazy, everything here. Það allt klikkað The hérna. washing machine, Uppþvottavélinn, it's like Antichrist is coming into that það machine. bara antikrist komin inn í vélina. I mean, it's water leakage, Það lekur allt út all allt, kinds of things. alls konar hluti. Dripping from the floor. Og það lekur hérna úr gólfinu. The neighbors are crazy, running naked outside. Nágrannar klikkaðir hlaupandi What's allsbyrði. going on here? Bara hvað í gangi It's crazy. Alveg algjörlega And then klikkað. we burst out into laughter. Og þá byrjum við bara að hlæja. It's so crazy, you can't do anything else than laugh about Þetta it. er svo klikkað, þú getur ekki gert annað en bara hlegið. And it's so healthy. Og það svo heilbrigt. A merry heart Glatt hjarta is medicine. veitir góða heilsubót. Can you say amen? Getur þú sagt amen? Merry heart, it's a medicine. Glatt hjarta veitir góða heilsubót. Hallelujah. Halleluja. That's one of the reasons I'm I appreciate to come here. Já, þess vegna finnst mér svo gaman að koma hingað. Because you are laughing so much in my service. Þið hlægið alltaf í predikurum I mínu. try to be serious, Ég að reyna að vera alvarlegur but the more serious I get, og því alvarlegri the sem more verð you are laughing. og þá hlægið I þið don't bara understand. meira. What are you laughing about? Ég veit ekki eins og hvað að hlægja This is a very serious message. Þetta mjög alvarlegur boðskapur And you are sitting and laughing. og þið sitið þetta bara I hlægið. love it. Ég It's elska wonderful. þetta. Because Þetta you distance dásamlegt. yourself Af því að þú fjarlægir sjálfan towards þig yourself. frá sjálfum þér. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Well, I preached myself happy. Ég búinn að predika mig inn í gleðina. I was happy before, but Ég var glaður áður even happier now. en ennþá glaðari núna. I'm happy that I chose this message. Og ég er glaður að ég valdi þennan boðskap. God is good. Guð góður. Hallelujah. Thank you. God is so good. Guð svo góður. And let me prophesy over you. Leyfðu mér að spá yfir ykkur. God will see you through. Guð mun sjá að þú farir í gegn. And He will open the way. Hann mun sjá til þess og hann mun opna leið. He will open Hann the way mun opna leið out of this situation. út úr þessum kringustæðum. But that out is not only a out. Þetta út ekki bara út, It is a hidden in þetta hulið inni, into the next season. inn í næstu tíð. For every trial I went through,
sér hver raun sem ég farið í gegnum, I thought it was the end. ég hélt að þetta væri bara endalókin. No, it was not. Nei, það And var when ekki svo. God opened the door, En það var Guð sem opnaði aðra I dyr. saw that there is a green field here. Og þá sá ég bara grænar There is a grundir new season for me. og ný tíð fyrir líf mitt. Hallelujah. Halleluja. Every time. Í hvert skipti, Every time. hvert skipti. So it is for you also. Og það á það sama við þig. Hallelujah. Halleluja. Well, I think that is something to rejoice about. Ég held að þetta sé eitthvað sem að gleðast yfir. Hallelujah. Halleluja. Remember, Munið, you are not finished yet. það ekki búið, verkinu ekki lokið með það I ennþá. said you are not finished yet. Verkinu ekki lokið. There's something more coming. Það meira sem í vændum. Something more. Eitthvað meira. Heavenly Father, Himneski Faðir, thank you for your goodness. þökkum við fyrir góðvild þína. Thank you for touching us Þakka þér fyrir að snerta við okkur and giving us understanding. og gefa okkur skilning. That we will stop fighting the process, Að við hættum að berjast við ferlið. but allow the process Heldur að leyfa ferlinu to refine us. að sem sagt hreins okkur. And Father God, Og Faðir I Guð, give you, Ég- I ask you ég bið þig that you give grace að þú gefir náð for everyone fyrir einn og sérhvern that needs to take your hand right now sem þarf að taka í þína hönd núna and walk through this period, og ganga í gegnum þessa tíð, this season, into a new season. inn í nýja tíð In Jesus' name. í Jesú nafni, In Jesus' name. í Jesú nafni. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. I don't take time now to talk about how the trials that God allows Talandi hvernig raunirnar sem Guð leyfir is connected to the path that He has prepared for you. sem að hvernig það tengist veginum framundan sem hann hefur fyrir þig. But it is. En það svo. It is a connection. Það tenging. He is allowing things in your life Hann hefur leyft hluti í lífiðinu because it is connected af því að það tengist to the new season inn í nýju tíðina that He is preparing you for. sem hann að undirbúa þig fyrir. And that's why you may wonder, Þess vegna kannski veltur fyrir þér, why do I have this lack in my life? af hverju þessi skortur í lífi mínu And why do I have this in my life? og af hverju þetta í lífi mínu. But you see, it corresponds Það talast á við with what He wants you to come into. það sem hann vill að þú gangir inn í. So stop complaining. Þannig að hætta kvarta. Don't say, why me, Lord? Ekki, akkur alltaf ég drottinn. Say instead, Segðu frekar, you and I, Lord, þú og ég drottinn. we will walk together. Við munum ganga þetta saman. Hallelujah. Halleluja. And Father, these people that raised their hands, Og Faðir, þetta fólk sem rétt upp höndina, strengthen them. styrtu þau. Strengthen them. Styrtu And þau. just like you, Jesus, you prayed for Peter Alveg eins og Jesús sem þú baðst fyrir Pétri, that he will not go under, að hann mun ekki verða undir eða vera but sáldraður, instead that he will come over heldur hann myndur yfirstíga and be a help to his brothers. og myndi vera hjálp og styrkur fyrir bræður sína. We pray tonight Við byggjum í kvöld that God will strengthen að Guð styrki every single one, einn og sérhvern, that they will not go under, að þeir verði ekki undir, but they will be stronger in faith instead. heldur styrkjast í trúnni. And then when they come through, Og þau komi í gegn, they will come and they will strengthen the brothers. að þau komi í gegn og styrki aðra bræður og systur In Jesus' name. í Jesú nafni. And all the people said, Og allir sögðu, you have said amen 3 times already. við erum búin að segja amen þrisvar. It's þá og very þegar. hard to end the meeting like this. Það erfitt að enda samkomu sem þessa, Very hard. mjög erfitt. Maybe I shouldn't. Kannski ætti ég ekki að enda. No, I will not.
Praise God. Lofsi Guði. Praise God. Praise God. Praise God. You see, sometimes we don't understand the meaning Stundum þá skiljum við ekki meininguna of things we are facing. á því sem að við stöndum frammi fyrir. But you see, when God is through with you, En þegar Guð hefur lokið verki sínu með þig, you will even see a meaning in the meaningless. og þá allt í einu sérðu meininguna í því sem var engin meining í áður. Because God is sovereign, He is exceptional. Og þegar Guð alveg undraverður. Amen. Amen. What shall we do now? Hvað erum við að gera núna?